Hér á Hrísakoti í Helgafellssveit eru hjónin Sif og Jörundur með geitabú. Þau eru með ástríðu fyrir að rækta og ala þessar dásamlegu skepnur og við skulum aðeins heyra í þeim. Hvað rekur þau áfram í þeirra starfi? Geitur eru ykkar, hvað ég að segja, ær og kýr, nei. Núna, þið komið úr fræðigeranum, prófessor og tannlæknir og eru nú orðnir geita- og hrossabændur hérna í Hrísakoti í Helgafellssveit. Hvernig vildi þetta til? Já, að því að við vorum alltaf hér með hross. Þegar við kynnumst þá eru foreldrar hans með hross og ég var með hross. Þannig að við vorum í raun og veru að leita að einhverjum greiðastað fyrir hrossin okkar. Ég fæddi alin upp á Selfossi, þannig að við vorum búin að skoða Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Skaftafellssýsluna alveg fram og tilbaka til þess að reyna að finna svona eitthvað smá stað fyrir að hafa hrossin okkar. En síðan fer ég í hestaferð Löngufjörur á Snæfellsnesi og þá náttúrulega bara áttaði ég mig á því að ég hafði aldrei neitt látið mig detta í hug þetta svæði, landsvæði. Þannig ég settist bara við tölvuna og fór á netið og þá sá ég það að þetta land Hrísakot var til sölu. Þannig að þá var í raun og veru bara hafin heilmikil uppbygging. Við þurftum að byggja náttúrulega íbúðarhús og geithús og hesthús. En það æxlaðist þannig til að við keyptum smá kindakóta, bara svona til þess að gera eitthvað í sveitin annað en að vera með hrossin. Og ég fór á námskeið á Hvanneyri og þá uppgötvaði ég að ég sá að það var auglýst námskeið geitur. Og það var fyrsta sem ég sá að það væri til geitur á Íslandi, skilju. Ég vissi það ekki. Ég fór á það námskeið og þá vildi svo til að við erum á þessu svæði Snæfellsnesi sem er í raun og veru hreint svæði. Þannig að við gátum ekki keypt geitur svona bara af Jóhönnu eða einhverjum sem áttu mikið að þeim. Við þurftum að fara austur í Þistilfjörð og versla þar geitur við í Fjallalækjarseli. Og þá fengum við fyrst 5 geitur, það er að segja 4 huðnur og 1 hafur. Og svo hefur þetta bara, við fórum nokkrar ferðir árlega þangað til að sækja fleiri og síðan höfum við verið að reyna að auka fjölbreytni, svona líffræðilega fjölbreytileika í þeim og með sæðingum og svoleiðis og það er það sem við komum til með að gera núna næstu árin. Nú erum við búin að fjölga stofnunum það mikið að við ætlum að fara í raun og veru einblína meira á sæðingar til þess að í raun og veru bara auka fjölbreytnina. Hvað gerist þetta á mörgum árum? Fyrstu geituna fengum við 2010. Varst þú bara saklaust fórnarlamb í þessu geitaspili eða varst alltaf á geitalínunni? Ég bara saklaust fórnarlamb í þessu. Ég hafði meira áhuga fyrir hrossunum en hef nú notið þess að umgangast geiturnar. Þetta er svo skemmtilega skepnur, sko. Ég er náttúrulega líffræðingur og hef verið að vinna mikið með líffræðina en fjölbreytileika og geiturnar voru orðnar svo fáar á tímabili. Það þarf að viðhalda þessum stofni og það gerir maður ekki öðruvísi nema að það séu byggð upp nokkur stærri geitabú. Það þarf að kynna geitina, hvers konar skepna er þetta og hvers konar afurðir er eiginlega sem má hafa þessari forvitnilegu tegund. Og það er kannski það sem er alsérstakt við geitina er jú fíðan eða ullin. Hún er jú alveg einstök í sinni röð. Þetta er kasmír kemur á geitum og fíðan af geitunum er alveg bara, þetta er bara mjúkasta mjúkt. Við erum bara að taka þátt í því að viðhalda tegundinni á Íslandi. Heildarstofn geita á Íslandi þetta er ekki nema 1600 vetrar fóðraðar geitur sem er á Íslandi. Og samkvæmt þá þurfa þetta að vera sirka, kannski 7.500 einstaklingar ef tegundin á að vera komast út úr útrýmingarhættu. Þannig það er mjög brýnt að sem flestir fari út í það að halda geitur og hjálpi þar með til að halda geitinni á Íslandi. Hún er í útrýmingarhættu og það er ekki gott að stofn sem hefur verið á Íslandi í 1000 ár. Hann sé í útrýmingarhættu, þetta er bara skammarlegt.
Og mér finnst fallegt hvernig þið farið úr því að komast hreinlega að því að þessu geitur á landinu fara úr 5 alveg yfir í hátt í 100 og einblína á þennan þátt. Mér finnst það aðdánarvert. Sko það náttúrulega fyrst og fremst að því við erum á þessu svæði líka, skilur við. Þetta svæði sem voru enga geitur á, það voru að vísu hérna einhverja áratugum síðan, skildist mér. En þetta sem sagt þá talið svo kallað hreint svæði. Þannig að í raun og veru það að við erum í mjög góðri stöðu í því að geta þá fjölgað og selt ef aðri vilja. Við mögum það selja í nánast út um allt land, skilur við. Þannig að það náttúrulega, myndi ég segja, kannski bara það okkar hlutverk að reyna að gera það, skilur við. Að miða við það hvað hún hefur verið fáir hausar á Íslandi alla tíð alveg eða eftir stríðsárin, að hvað hún heilbrigð. Hún í raun og veru bara afskaplega heilbrigð skepna, sko. Það undantekning ef að eitthvað vesen á fæðingum og ef hún fær að valsa úti í góðu umhverfi eins og hér í Helgafellssveitinni, að þá eins og yngsta dóttirin sagði þegar hún fyrsta skipti smakkaði þetta geitakjöt, þetta væri svona eins og hreindýralamb. Það væri svona smá villibragð. En sem sagt svona, já, þetta grófara heldur en lambakjötið, en í raun og veru bara mjög gott. Það enginn sem full vinnur afurðirnar ykkar, þannig að þið tókuð ykkur bara til og byggðuð upp full vinnslu hér heima. Já, það eina sem hægt að gera. Já, það enginn, við erum að gera þetta til þess að geta komið okkar afurðum á framfæri og það náttúrulega engin hefð fyrir því að borða geitakjöt á Íslandi. Geitakjöt snætt mjög víða í heiminum, en hér náttúrulega engin hefð. Þannig að spurningin svo, hvað hægt að gera við þetta kjöt? Það hægt að náttúrulega taka skokka og elda þá eins og samkvæmt þessum íslenskum aðferðum, en þetta miklu fiturýrara kjöt. Þetta próteinríkt en fitulítið. Þannig að það þarf ofta að gera einhverja sérstakar afurð úr þessu þannig að menn gera ekki neinn mistök og elda þetta eins og lambakjöt. En svo hefur við verið að prófa okkur áfram með að grafa kjötið, geita lifrarkæfi og fleira. Þannig að við erum í því að reyna aftur okkur á því hvernig besta nýtingin af kjötinu.